Þá ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinum og næst komið að því að tala aðeins skemmtilegan vefmiðil, kaffið.is og fengið til mín hérna 2 fulltrúa miðilsins sem langar bara að byrja að spyrja ykkur hvers vegna var þetta til, kaffið.is? Já, Ingólfur. Tja, við erum 5 sem að kynntumst í háskólanum og erum öll í fjölmiðlafræði og nútímafræði þar. Og okkur langaði bara svona að gera eitthvað meira með þetta. Það fannst svona vanta markaður fyrir svona skemmtilega netmiðil hérna á Akureyri. Já, það er vel sann að segja að það vantaði sko, það er búin að ganga mjög vel hingað til. Og það fókusa á Akureyri eða Norðurlandi, hver svona fókuspunkturinn ykkar? Já, það er algjörlega sko Akureyri. Eða svona, já, Norðurlandið. Þú veist, við fókusum svolítið á það þó við tökum svona einstaka sinnum ef við heyrum einhverjum stórfréttum annars staðar af landinu. En reynum svona fókus á það mestmegnis, já. Og hvað er nú tryggið við að reka góðan vefmiðil? Bara vera virkur, vera duglegur að fylgjast með. Þú veist, í dag snýst þetta svo rosalega mikið að vera fyrstur með fréttina, sko. Þannig að maður þarf alltaf að vera með puttar á púlsinum. Og vera opinn fyrir skemmtilegu fólki og skemmtilegum viðburðum og bara fylgjast með. Er þetta hugsað meira sem skemmtunarmiðill eða sem fréttamiðill eða bæði? Sko, þetta er bæði. Við leggjum alveg áherslu líka á afþreyingu og svona, já. Af því að varst að tala að vera fyrstur með fréttirnar. Þetta er eitthvað sem maður hefur pælt svo mikið í að það er náttúrulega það var alltaf hægt að vera fyrstur, sko í gamla daga, eldgamla daga þegar ég var að byrja í fjölmiðlum, þetta rétt upp úr aldamótum, að þá, þú veist, þá gæti maður basically bara geymt frétt, bara við skulum geyma þessa juicy frétt þangað til á morgun, af því við vitum að kannski hinn er ekki með þetta, því það voru svo fáir. Núna þá er yfirleitt Facebook búið að sko henda fréttin út á nokkur miðill nær að gera eitthvað og hraðinn svo mikill, en þá fyrir maður að hafa áhyggjur af sko sannleikanum, sem sagt, er örugglega verið að vinna nægilega góða rannsóknarvinnu eða eru allir bara að reyna að vera fyrstir. Hvernig pælið þið í þessu? Já, algjörlega sko. Af því ég meina að maður hefur alveg heyrt það talað að við séum komin á þá öld að við erum á svona post-truth, eins og varst að segja. Já. Sannleikurinn er í svona skiptir minna máli heldur en hérna annað sko. Já. Þannig að, en við höfum alltaf lagt upp úr því allavega að þú veist, að frekar þá bara sleppum við að setja inn frétt ef við erum ekki 100% á því að við séum að fara með rétt mál. Að það er náttúrulega ekkert verra heldur en að fá eitthvað í bakið, þú veist, ef maður er kannski fyrstur og fær fullt af hérna, klikkum og svona, en svo kannski kemur það í bakið á manni seinna og þá er maður svona búin að missa trúverðleikann. Þannig að við erum alltaf höfum lagt upp úr því að passa okkur á að þá bara missum við að því tækifæri að það er eitthvað. Nú er svona, þú veist, ungt fólk að fara inn í þennan bransa. Hvernig lítur þetta út fyrir ykkur? Hvernig finnst ykkur að þið sjáu þá orðið kannski með öðrum augum hvernig aðrir miðlar eru að vinna? Hvað er svona það sem að þið upplifið? Er eitthvað sem kemur ykkur á óvart þegar þið farið onni í djúpulöguna með þetta? Sko, það er búið að koma mér á óvart hvað fólk er mikið búið að taka hlutin úr samhengi á Facebook og svona ef við birtum kannski eitthvað. Og þá er bara eitthvað allt annað komið á Facebook-deilingu hjá einhverjum. Þannig að þú veist. Já, gagnrýnin er líka svolítið hörð sko, finnst manni. En þú veist, já, það er bara gaman sko. Eigið þið eitthvað dæmi? Við eigum nokkuð dæmi. Já. Sko, við erum búin að vera með svona topplista, Óðinn, sem er einn af fréttaritum hjá okkur og eigandi. Hann er búin að vera að gera svona topplista sem eru svona svolítið hvað að segja, umdeildir. Íta á eitthvað að taka hjá sem, sko. Topplista yfir þá? Bara alls konar. Bara ofmetnustu hlutir í heimi, eitthvað svona bara svona skemmtiefni, sko. Já. Og svo gerði hann daginn verstu íslensku lögin, topp 10 eða eitthvað svoleiðis. Og það svona satt misvel hjá fólki, sko. En auðvitað var þetta birt sem skoðun, bara, þú veist, þetta var bara svona. Okkar, sko. Og þá var hann kallaður ýmislegt ljótt, allavega. Bara ljótt? Já, bara svona, já. Með alls konar sjúkdóma og svona. Já. En já, við höfum haft gaman að þessu, sko, hvað þetta er búið að springa svolítið upp, svolítið fljótt, sko, og við skemmtum okkur vel að
að fylgjast með þessu. Já, við tökum ekkert svona inn á okkur. Sérstaklega ekki Óðinn. Nei, ok. Hann situr ekkert grátandi heima yfir viðbröðunum. Nei, hann óþarflega rólegur yfir þessu. Já, nákvæmlega. En hvert ætlaðu að stefna með þetta? Hvernig, því að það er stundum einfalt að fara, eða einfalt það er kannski ígjur, en það getur verið svona minna mál að fara af stað heldur en að halda áfram. Af því að þá fyrir að koma hlutir eins og tími og peningar og alls konar vesen. Já, við erum ennþá að fóta okkur svona svolítið í þessu sko og við erum eiginlega öll að vinna og í skóla og eitthvað svona með þannig að við náum ekki að gefa okkur kannski alveg 110% eins og við viljum. Þannig að ég held að næsta skref sé bara aðeins að minnka við okkur í hinu og reyna að taka þetta svona alveg af alvöru, hugsa ég. En ef við förum aðeins yfir bara þessa mánuði sem þið hafa verið í, hvenær opnaði síðan? 19. september. Þið opnaði 19. september. Hvað eru, segið mér frá helstu fréttunum sem að standa upp úr á þessum tíma? Það er ekki... Nýjasta fréttin og það Sigmundur Davíð fréttin sem við settum inn á laugardaginn síðasta. Laugardagskvöldi. Partíið? Partíið, já. Við vorum fyrst með fréttina þá. En eins og með annað þá er náttúrulega umdeilt hvort að þetta telist frétt eða ekki og eitthvað svona sko. En ég meina fréttir snúast það að koma með eitthvað sem þú veist, þetta er ekki eitthvað sem við bara ákváðum að setja inn. Þetta er eitthvað sem við heyrðum af og við höfum heimildamenn sem sögðu okkur þetta, þannig að við erum bara að rita fréttirnar, skiljum við. Já, það voru margir sem héldu að þetta væri skoðun okkar sko, en þetta var í raun skoðun heimildamanns okkar. Eða við fengum bara upplýsingar frá Framsókn og komum þeim áfram. Þannig að þrátt fyrir að sumir hafa haldið þetta hafi verið bloggsíða, þá höldum við fram að við séum fjölmiðil. Nákvæmlega. En þá kemur eiginlega spurningin, hvað er frétt? Já, það er alveg, ég meina, eins og maður hefur lært í skólanum og svona, þá í den snerist þetta alltaf bara að fjölmiðlar eiga bara að upplýsa almenning það sem að almenningur þarf að vita. Í dag er þetta orðið meira þannig, þú veist, almenningur þarf ekkert að vita allt sem það er í fréttunum, sko. Heldur, já, þetta er svolítið erfið spurning. Hún er nefnilega mjög erfið. Já. En algjört basic. Já, bara upplýsa, skilur, og þannig að við erum ekkert að setja kannski inn eitthvað óþarfa dót, sko, en þannig að þetta er nefnilega svolítið fyndið. Maður fer í eitthvað bara kjarna alveg inn að því að maður er komin í eitthvað að því að maður bara sér hvað gera aðrir og hvað er fólk að klikka og hvað er fólk þörf til að heyra og hvað langar síðan fólki að heyra. Já. Og það verður oft svona svolítið kannski ekki alveg sami hluturinn af því að það sem við þurfum að heyra er kannski meira heimsfrið og hvað er að gerast í Aleppo heldur en nákvæmlega topp 10 listinn yfir verstu lög Íslandssögunnar eða eitthvað svoleiðis. En hins vegar erum við að smella, það er meira afþreying. En við erum hins vegar, það er ekkit endilega víst, það getur orðið mest lesna fréttin. Þannig að hvenær er sko klikk almennings eða það sem almenningur vill eyða tíma sem að vita, hvernig það stýrir, hvað er ábyrgð þá almennings er. Þetta er svolítið svona heimspekilegar vangaveltur Algjörlega, og það sem við erum búin að reyna að gera er að vera með svona blöndu af þessu. Þú veist, við þurfum þessar fréttir til að fá likes á Facebook sem er bara markaðurinn okkar. Þú veist, það er 90% sem fer inn á síðan okkar í gegnum Facebook og þá erum við með þessar fréttir svona afþreyingar og eitthvað og það er það sem fólk er að kíkja á og þá byggjum við upp, skilurðu, svona grunn af bara fólki sem les síðuna og þá er það, núna er til dæmis fréttir það sem er að gerast inn í bænum eins og, þú veist, menningardót og eitthvað orðnar miklu meira lesnar núna út af þessum grunni. Já, maður fær fólki inn á síðuna svona með einhverju svona sem að þau vilja endilega lesa og svo kannski fara þau í, þú veist, sjá einnig og svo framvegis og þannig fara þau. Maður er eiginlega rekið sig á það að það getur verið svolítið leiðilegt stundum, maður er kannski búin að leggja rosalega mikið í einhverju frétt sem er kannski svona boring við hliðina á svona einhverjum svakalegum listum og svona og hún er miklu minna lesin heldur en svo bara maður setur inn, það er spáð snjó jólin. Og maður bara, ertu ekki að grínast? En svona er þetta bara. Já, nákvæmlega. Það er alveg. Og þannig að alltaf þetta, fjölmiðlar eiga að standa sér betur, en svo er það, hvað eiga þá bara almenningur að standa sér betur í hverju þær hafa áhuga? Já, ég meina ábyrgðin liggur ekki bara hjá fjölmiðlum, hann liggur hjá lesendanum. Hann stýrir öllu, neytandinn. En þetta eru skemmtilega pælingar. Nú er ég komin út í bara eitthvað sem ég hef áhuga. Og hvað?
En gaman að hitta ykkur og virkilega gaman að fylgjast með miðli verða til. Ég vona þetta að þetta verði áfram og gaman að fylgjast með ykkur og skemmtilegt að sjá þetta frumkvæði líka innan úr skólanum. Takk fyrir það. Fylgjast með. Það er sem sagt kaffið.is fyrir ykkur sem hafi áhuga á því að fylgjast með. En hérna eftir augnablik þá ætlum við að hitta Karl Berntsen.